Yes sir, það held ég. Kæru hlustendur, elsku hlustendur, Ingi, Unnar og Tomás með ykkur í eyrunum á skjánum. Ég var að hugsa, ég svo mikil munur, ég að finna núna bara svo mikil munur af, þegar tókum fyrsta þáttinn okkar og núna, ég er svona miklu rólegri bara. Miklu? Ég held að við erum orðin miklu þægilegri svona gagnvart hlustendum okkar. Við erum svona góði vinir hlustendum okkar. 100%. Þið líka svo duglega að kommenta á okkur. Ég veit að það var stórt, það var smá Það var smá skemmtilegt þegar við hættum að lesa upp komment og það menn eru brjálæðir sko, við fengum mórþótanir og alls konar sko. Já, við fórum frá 20 comments average yfir í svona 5. Það hægir svo mikið á þættinum Já, það tók smá tíma sko. Stemningi smá En við erum alltaf til í að fá einhver comments og líka, ef það eru einhver mjög góð comments sem við erum bara ok, þá lesum við það Talandi um comments, lofuðu þið ekki einhvern þætti að lesa upp comments? Jú, en þá náttúrulega við vorum búin að taka þætti fyrir ég veit ekki akkur við sögum Nei, við getum Fólk getið að fara yfir ykkur komment Já, ég ætla að fara upp á leitlistaffið Hvað var hérna, við spurðum fólk hvar það var að hlusta Hérna, Patti segir í klósettinu og skólanum og heima Ok, geggjaða Patti Klósett, skóli, heima Ok Og svo segir hérna í strætó Ok, feitt Ok, það cool sko Ég hlusta oft í þetta okkar kona, Ylva is fabulous Þetta number one fan af Görubustæli Ég sjátt á það hana sko, hún hefur kommentað alla þetta neila Hún segir, ég hlusta oft í að sauma á að vera sofandi eða bara gera eitthvað ég núna að gera vorúlur Já, ok Nice, hún queen sko Hún bara að segja allt sem kemur í hugan Sauma, eitthvað og ég að gera þetta Hún með ákveðin stíl á kommentarnum sko ég Svo Ásdís að flexa okkur Hún segir ég að hlusta í sánunni minni Hún með sánu bara heima Menn eru bara með sánu Ég reynda sánu líka sko Bara upp bústað Já, við bústað, ég verði þetta leiði okkur ekki að fara í hana Við líka Ingi hélt að það væri Spa eða eitthvað Nei, þarna Outdoor activity Já, uppáhalds outdoor activity að fara í spæð Svo var það að borða með fjölskyldunni En eru Unnar kommentar hlusta á þetta í starffræðitíma Loki bjarga deginum Sjáttu þetta Unnar með nafnið minn Er ég á nafnið? Shit Ég er að hlusta í gyminu DC United Training Ground sem lið í MLS Bossmann segir það, hann Bossmann Byrju hann að æfa í DC Já, getur vel verið, jú, let's go Já, þetta cool sko Feitt En þannig að ég veit ekki, ég verði til í lengri þætti og 2 þætti á viku, segir Patti Ég veit ekkert hvað ég að hlusta restur af viku, klára alltaf þáttina mán Sjáttu þetta Patta Það var þetta, Það er gott að heyra að menn vilja að fá fleiri þætti en 2 þættir var það var hark Rús að gera TikTok líka Já, Egill Nói segir, ég óska eftir þætti í Bláa lónunni eða Fortnite þátt Við getum ég voru ekki búin að tala Þáttur í Bláa lónu, hvernig, Tommy, þú getur reddað Ég get reddað sko Það er ekkert mál sko Ættu að fara þannig Ætlir þú geta reddað þarna luxusnum að það retreatina private Já, retreati Það er ekki eitthvað kúla á nóttina Jú, það er eitthvað svo leið sko Bara celebs þar sko Það er ekki það, við erum celebs sko Ylva Fabulous kommentar aftur og segir Hallgrímskirkja Við ætlum að taka þátt að Það var í feitt Hún kom með góða pælingu hérna Hún segir hérna Hallgrímskirkja og please fá Daniel Svo kemur hérna byrju Hún segir og þið ættu að fá insent gossip og taka þið þættinu Ég fíla þetta eða bara innsend eitthvað skilur að byrja fólk að senda eitthvað inn eitthvað komment eitthvað Bíddu Hvað bara glæni hann lið Spurrið gauðra með stæla Já, Q&A Nei, eða bara eitthvað svona ef þú ert með eitthvað vandamál Já, bara vandamál, Send it on the email og við svörum Og við svörum anonymously við tökum ekki nafni Nei, ég skal koma með dæmi Bara ég er að tala á þessa gælu Ég veit ekki alveg hvernig á að spurna á date Já, við komum með Sendi okkur Ingi er náttúrulega græðasti vinur minn Ingi veit allt um þetta Þannig þetta, hei Ef þú ert að hlusta og ert með eitthvað spurningu Send hann inn Eða send á gaurum með stæla grammi Við slum ekki byrja þetta núna Við ákveðum aðeins hvernig þetta verður gert Við hugsa ef þetta er anonymous við þurfum að hugsa hvernig þetta getur verið gert Sendið bara e-mail Nei Sendið bara Instagram Þá er þetta prívat og persónlegt Það er ekki hægt að vera anonymous Þá sjáum við akkántin þeirra Þóttu við segjum að lesa anonymous og allt í henni kannski bara lesa upp við getum fokkað fólki upp hvað ef einhver gæði sem þetta er mikið er að opna sig ekki mikið og við slippum átt, já Mikki segir þarna Nei, ég veit að við erum passa okkur eitthvað það en gæti verið Það er ekki hægt En menn vilja vera bara anonymous Já, ég er að tala um það því Við munum sjá Instagram kannski viljaðu það ekki skilju Búið bara til fake account bara Champagne Papi 42 Já, við pælum að sé hvernig en þetta er samt alveg þetta er good shit Eða menn ringi okkur bara hei Sæli
Gulli það, ég fucking græður. Hvað ég gerir þessu? Ingi, ekki svo vel. Já, þá setja á senduðu síma, þetta verða enga. En heyrðu, ég stráði, það veit ekki margir en við erum ekki búin að taka þátt í 3 vikur núna. Já, þetta er Vita hlustendur að við vorum að podcast maxa með því að taka upp 3 þætti í einni viku og vinnar var að fara til Japan. Já, ég sett máli, ég var nýkomin frá Japan, ég var að lenda bara í gær morgun. Velkomin heim. Hei, give it up. Nei, þú ert búin að, heyrðu. Já, svona. Getur lækka aðeins í þessu? Það er svo langt sín og fiktaður í þessu soundboardi, þú er búin að gleyma. Ég er búin að gleyma soundboardinu, ég var svona búin að leggja inn í hvað sýrinni var og klappið var og rekordskatsi. Ég er eins og þú í bústæðinu. Já, ég var að tökka hún að séu, sko. Spamma rekordskatsi. Let's go! Fuck. Nei, máli, ég var komin frá Japan og við tókum upp 3 þætti fyrirfram áður en fór til Japan. Tókum Arval, tókum Bústæðin, tókum fótboll þáttina ekki. Þannig að við erum búin að vera, við erum búin að taka upp í 3 vikur sko. Þannig að við erum búin að dela smá svona. Þetta er rosalegt sko. Þetta er smá bara, já við erum bara að segja hæ aftur við podcast dæmið sko. Mér líður eins og við erum búin að vera í burtu í langan tíma. Já, mér líka sko. Þótt að við erum búin að gefa út þætti en það er bara svo langt síðan. Já, en sko málið er, já ég var í fucking Japan sem er frekar fucking weird sko. Ég fekk nokkar spurningar bara vinir mér og senda á mig bara ég setti story yfir Japan, þeir bara, hvað er fokkar maður að gera í Japan? Þetta er svona land sem á svona, hvað ert að gera? Það hlýtur nokkuð ástæð fyrir, en svo er þetta, ég var bara í frí, ég var bara í fjölskyldufrí, sko. Ég líka, þú veist, Japan er draumalandið mitt, sko. Þú varst bara að chill í draumalandinu mínu í bara 3 vikur, sko. Þetta er fucking hella land, sko. Ég hafði reynda að koma þarna áður, þegar ég fór í reisu þegar ég var 19 ára. En samt að koma þarna aftur, þetta var uppáhaldslandið mitt í reisunni, þannig að mér langaði mjög mikið að koma þarna aftur. Þetta er alveg fucking, þetta er eins og að fara í framtíðina, sko. Varstu þá á sama stað, eða? Nei, ég var á sumum af sömu stöðunum. Þetta var bara öðruvísi ferð, við fórum í marga bæi, skilur, og marga borgir. Jú, einhver af sömu borgunum og einhver af ekki sem ég hef komið til. Hvað er svona aðal? Ég náði að upplifa þetta alveg. Hvað er svona the main town in Japan? Tokyo, það er höfuðborgin. Og það er allstaðar, sko. Það er stærsta borg í heiminum. Já. Það er crazy, sko. Veitu hvað mennur, stærsta? Bara það búa flestir í heiminum í þessu borg, skilur. Var í hvað sagður, Tokyo? Það er búa, ég skal bara googla bara Tokyo population Tokyo, það er bara, þetta er eins og New York, það er bara skjár allstaðar. Bara billboard þarna Jú, þetta er alveg svona þannig eins og að vera 2100 eða eitthvað Já, og bara svona mikil tæknum að fyrst skipti bara, þegar ég mætti á flugutinn bara labbandi róbot, ég var bara what the fuck, sko Þannig við erum ennþá bara eitthvað, hey, ChatGPT ekki ekki það og þau eru bara með eitthvað róbot, skiljum og róbot að þrýfa líka, bara taka eitthvað rusl Nýkomin með hvað sjálfsalan talandi sjálfsalan, það er, ég ætla, fuck it, förum bara í fyrsta leiðina Við ætlum að fara við erum með 3 leiði í dag fyrstu leiðin með, þetta er gott segway ég ætla bara að tala þetta er basically bara svona ferðasaga mín og sturlaða staðarinn í Japan því að þetta er steikt land bara þess að halda ykkur hérna þetta er ekkert eins og að fara til tennis, sko það eru skrýtnar reglur hérna, sko Hvað er þetta gott steikt þá? Já, þetta er bara mjög öðruvísi þetta er efni í lið, sko Kúltúrin bara Já, og ég ætla að svara spurningunni það er búið 37 milljónir í Tókíó Fuck Þetta er, og máli, allstað sem maður var, bara byrja að tala bara svona hvernig maður allstað, maður lendi bara að lestastöð og bara það eru, skilur, það er bara, það er svo mikið af fólki, það er bara, og fólki á lappar geta hrattar alltaf hraðferð og, þú veist, og máli er, þetta er svona fyrsti punkturinn það, sko, máli, það er svona svo kallið vinstri umferð og fólk, máli, fólk keyrir vinstra megin og líka ekki bara keyrir vinstra megin á götunni fólk labba líka vinstra megin og þeir taka sér mjög alvarlega að hvar maður labbar, þú veist, eins og rúllustega það fór alltaf bara beint vinstra megin bara bein röð, þú máttir ekki labba hægra megin jú, ef þú ert að drífa þig, það var svona röð í rúllustega, þeir elska reglur, þeir fylgja öllu reglum, þetta er fucking crazy Það er gott, sko, shout out to Japan Mér leið bara svona eins og þetta væri að Ísland þyrfti aðeins að, þeir eru mjög ager þetta var svona smá óþægild hvað þeir voru bara svona fylgdu og líka til dæmis þau fylgja rosa mikið við sko þau elska að fylgja þau fylgja mjög strangt þarna hvað er að segja þetta umferðarljósum og svona gönguumferðarljósum þú veist það er umferðarljós á bílum svo líka gönguljós svo er gönguljós og ef það er rautt gönguljós bro, fólk er ekki að fara yfir þeir bara pink beint fyrir þetta hótelinu og bara pink lítil einstefna gata bara var engi bílar að keyra framhjá það var bara rautt ljós, bara gönguljós og það var bara 30 manns að bíða í röð bara það var enginn að máli Sorry, ef ég var í Japan og það var eitthvað svona gata og það er engin bíl
Ég að labba yfir hana. Ég er að brjóta regluna á Laugaveginn. En ef þú löggar sér þig, það er svona 200 króna sekt. Nei. Það er crazy, ég er ekki næst. 200 króna sekt fyrir að jaywalka? Já, fyrir að jaywalka. Þetta var svo óþægt, maður þorði ekki annað en að fylgja þessu. Er ólöglegt að jaywalka í Bandaríkjunum? Já, er það ekki bara ólöglegt overall? Ég bjóða þetta, ég má alltaf jaywalka. Ég held að jaywalki væri, ég held að það væri að reykja Jónu að labba. Ég lóki vissi aldrei hvað þýr þetta bara að labba yfir götu þegar það má ekki. Já, basically. Þetta er enda, ég skil alveg okkur og skilur jaywalking. Smoka jay, sko, veist það. Ég fók ekki skrítið, en málið er, ok, já, þeir elska að fylgja reglum. Það er eins og sé bara með chip í hausnum sínum, bara svona, það er bara eins og sé róbótar, sko. Þetta er líka bara einhvern veginn, þetta er partur af kultúrnum, þetta er in the family, þú veist, mamma og pappi gerir þetta, en þú gerir þetta. Og það er rosa mikið, sko, þú í Japan þá, þú veist, þá velur þú bara eitt karriér, þú fylgir honum bara, þú ert ekkert að fara, þú ert ekkert fyrst eitthvað að ferja í viðskiptafræði og svo, ég fíla það, ég ætla að fara frekar í kokki, nei, þú er bara kokkur, þá ertu bara fucking kokkur, bara góður í þig líka. Þess að fyndi hvað þetta er akkurat auðvitað á Íslandi, sko. Það er fólk alltaf að skipta karriér. Prófa bara eitthvað nýtt og gera þetta, fólk er í skóli 3 ára og svo bara skiptir, sko. Já, þetta er menn bara, já, einmitt, sko. En ok, ég ætla að byrja líka bara að byrja, þú veist, málið er, þetta er ekkert grín að fljúga þarna, sko. Ég flög fyrst til Finnlands, millum til Finnlandi, svo Finnland, Japan, straight 13 tíma flug. Hvernig er Finnland að taka one way flight? Þetta var líka steikt að vita, ég fekk fokkin, mér fannst, ég er smá flughræddur fyrir. Mér fannst ekstra óþægilegt og þetta er sko 13 tímar. Mér fannst bara ekki make a sense, ég treysti þess ekki. Mér fannst ekki make a sense að flugvél getur í loftinu í 13 tíma. Er til nóg bensín fyrir þetta? Ég var að byrja að spyrja gaurinn úti, ég var svona að byrja að, ég var komin í véla, áðurinn fór loftið. Ég var svona að horfa á gaurinn og svo setja tösku utan á bensín, gaurinn, ég kannski, strákar, ég setja ná þetta, dælið aðeins meira, það er gjörlega bara ákveð þetta. En pæli hversu mikið bensín maður þarf að þess að fara fucking 13 klukktíma. Mér myndi líða ógeðslega óþægilega. Mér líða óþægilega. Ég væri í flugvél og ég var bara ekki, hvernig er þetta ekki að fara að stoppa einu sinni? Wait, it gets worse. Flugum yfir Norðurpólinn. Ég fekk endan á fluginu. Er ekki Norðurpólinn fyrir ofan Finnland? Jú. Strákar, jörðin er hringlótt. Já, en af hverju myndir jörðin er svona, Finnland hérna, Japan hérna. Það er miklu styttra að fljúga hérna heldur en hérna, skiljið. Þeir eru vanir að sjá jörðina flata. Nei, ég er að segja, ég myndi þurfa að sjá mapp, sko. Finnland, jú, er þetta ekki svona bara svipað hæð á Íslandi? Já, bara aðeins sunnar, já. Það er bara það styttra að fara beint yfir, skilju. Þetta er miklu lengur að fara, vera allt rústað. Sástu Norðurpólinn? Horfður út gluggann? Já, og málið, þetta var það crazy að maður fekk svona, ég sá nokkra ísbirni, nei, málið, þetta var það merkilegt að fara í Norðurpólinn, að maður fekk svona endan á fluginu, viðurkenningaskjal. Congratulations, you just flew over the North Pole. Já, þú sagði eitthvað frá þessu. Ég sendi þetta í story eða eitthvað. Er það málið? Já, ég fekk viðurkenningaskjal, sko. Shit. Ég skal setja myndaði í myndaðalina. En málið, þetta var crazy, sko. Já. Ég meina, ég er sjálfur alveg flughræddur, sko. Ég var fokkin flughræddur þegar ég var svona 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bara fokkin? Nei, bara fokkin. Ég bara fokk, shit. En nú er ég samt alveg, ég er bara, þú veist, það eru það litla líkur að flugvélin krassi að ég er bara ok, ég er bara slagur, skilur. Og til að gera þetta verra þá fokkin mikið. Ekki verið að segja þetta sem. Ekki verið að jinxa þetta. Og líka, þetta er eitthvað óþægilegt að fá turbulence út á Norðurpólinn. Þú er bara fokk, ok, það er ekki minni eða meira, ég bara hugsa ef ég krassa á Norðurpólinn og það er að segja þetta. Það er versti staðurinn að krassa. Já, þú krassar, þú ert ekki að fara að bjarga þér. Nei, þetta er ekki New York og þú ert bara... Ísbirnir, þetta er bara jackpot fyrir ísbirnina. Já, þetta er líka það, sko. Þeir borða ekki neitt nema kjöt. Já, ég slepp ekki börgunum. Nei, ég slepp ekki... Hvað var þetta? Ég slepp ekki sósuna, nei. Ég slepp ekki hjólinu. Þannig að málið er, þess að gera betta gráan og svart, þá var fucking mikið turbulence og leiðinni heim. Það var bara hræðilegt svona, ég hef aldrei fundið mig, hún var að droppa svona gaur, og maður er bara yfir Norðurpólinn, maður bara svona, gaur, þetta er ekki næst, þá panikaði ég, sko. Tengið við þessa tilfinningu þegar þið eru að taka loft, að, þú veist, þið eru búin að vera upp í loftinu svona 20 sek, Fá svima í pungin? Fá svima í pungin? Svimar ykkur ekki í pungin, eða?
Ég að fokkast ykkur, en tekið ekki við þegar að fara í fallturni í svona skemmtigörðum? Sveimar ykkur ekki í pungið þá? Jú, já, maður fokkin næst. Í pungin? Já. Ég fæ alltaf bara í magan, sko. Já, ok. Já, kannski, nei, reyndar. Ég svo það sé eitthvað skýt, hvað fyrir magan? Nei, ég er að taka bara þess. Ég oftast komin í semmi líka, það ekki að hjálpa til. Ok. Nei, ég það að segja, hún búin að vera svona 20 sek að fara upp og svo eftir svona 20 sek og svo byrja svona að droppa, það er svona sé að droppa. Já, þú hún hættur. Ég bara byrja, þá hættur hún að fara upp, skil, svo bara, svona flowing down, hvað að gerast hérna? En okkur þú sem flugvirkstjóri, því að pappin er flugvirki. Ég veit það, pappi minn er flugvirki fyrir... Þú hefur farið í flugvélar svona 100 sinnum. Hann er flugvirki fyrir hvað? Ok, kannski 100 sinnum, en hann er flugvirki fyrir Icelandair og ég flýg yfirleitt með þeim bara, skilju. Og ég treysti þeim ógeðslega vel út af það er bara besta flugfélag of all time, skilju. En... Já, nei, það er bara út af, ég var alltaf að horfa á hana Air Crash Investigation. Já, út af því að pappi var alltaf að horfa fyrir námið sitt, Já, og það er svona 20.000 þættir til, skilur. Ég myndi ekki vilja horfa á það. Það er fokkt upp að pappi var að horfa á það með þér. Ég veit að ég er líka bara, ég var 6-7 ára, sko. Ég myndi ekki vilja horfa á þetta. Ef ég myndi horfa á þetta, þá myndi ég ekki þóra, þá myndi ég vera ennþá meira hræddur að fara í flugvélar. Já, ég skil. Ég var fucking freaked out. Ég var mjög hræddur þegar ég var yngri, en ég er alltaf, þótt að eins og senast þegar ég fór til útlanda, var held ég 2004 eða 3, ég manna ekki, 4. Og ég fór í flugvélina, svona fyrstu klukkutíminn, þá var ég svona smá hræddur, en svo var ég bara vanar þessu. Ég er bara hætti þeirra turbulence, en svo það er eitthvað fakt að flugur hefur aldrei hrapa út í turbulence. Nei, turbulence er ekki neitt, sko. Þetta er bara vindur, skilur. Ég líka minni mig á svona, ég svona gleymi stundum að ég er í flugvél. Skilur mig? Ég er ekkert hræddur, ég er frekar slagur allir vélina, en ef það kemur eitthvað smá svona þá er ég alveg svona smá svona, fuck maður er bara... Ég líka reyna bara að zóna út, blasta tónlist og horfa okkur mynd. Líka annar reyndar, en að tala um að vera hræddur við eitthvað shit. Ég var ofta að horfa á, sko, mamma og pappi, þau voru látið mig að horfa á eitthvað shit, sko. Sem að ég ætti ekki að vera að horfa á. Þetta var barnaðan? Hvað, í flugvélinni? Nei, bara þau voru látið mig að horfa á svona forensic investigation, eitthvað svona murder shit, eitthvað svona kjaftaði. Ég er bara fucking hræddur, sko. Ég er ekki að djóka, sko. Murder, fucking, nei. Ég er bara stakur, ég er bara tráma, sko. Nei, minnum mig að ég er líka með gjafir fyrir ykkur. Ég ætla að reynda að klára þetta talin. Ég klára talin í Japan áður en ég gefa gjafir. Minnum mig að það. So stay tuned for the gift. Stay tuned. Ég kefti hann ykkur gjafir í Japan, sko. Oh my god. Personalized gjafir, sko. Og herri, meira já, maturinn, það er fokkin mikið ramen. Við vorum að borða mikið af núðlum sem er good shit, sko. Ég og bróðir vorum duglegir að smakka eitthvað ramenstaði, sko. Og þeir en málið, þeir eru líka náttúrulega bara mikið fyrir svona eitthvað sushi og eitthvað shit, sko. Og málið, sushi þarna, það er ekkert mikið að, sko, við borðum bara einu sinni sushi. Það var Japan, hótt í Japans borðum einu sinni sushi. En málið er... Ég fætti tenni og bara 6 sushi, sko. Já, veit það, en þetta er ekkert venjulegt sushi, þetta er Japan sushi. Það er alltaf öðruvísi svona vestrænt sushi, sko. Við fórum á eitthvað stað og gauðra, þetta er level hard dæmi, sko. Við erum að tala bara hrár kolkrabbi bara. Ég bróðum, borðum eitthvað svona, maður sá svona kolkrabba svona skálarnar og bara hrár þorskur, maukar í einhver hrognum. Nei, það var ekki lifandi. Þetta var bara svona hrátt. Þetta var bara brútal, svona bara sushi, sko. Og þetta var, við fengum okkur, keyptum eitthvað, fórum út að borða, ég og bróðum eitthvað, eða kominn dagur, 14 dagur, vorum bara leiðin heim daginn eftir, við þurfum að baka sushi með þér. Förum á eitthvað stað, pöntum fullt af sushi sem hann gerir, þetta maður deila bara 2 eitthvað og svo var þetta bara allt eiginlega, við vorum svona 2 bitar sem við komum að borða og við erum ekki matvandi gaurar, en það var bara málið, þetta var bara svona vont bragð, skilju, þetta var svona, maður getur ekki, ég tek alveg á með einhver áferðingar, þetta var bara vont á bragði, sko, það var reyndar alveg, bara eins og með svona hráan lax, já, svona hráan lax sushi, þú veist, það er fínt, en það er ekki alveg með þeim, sko. Það er mikið, svo borðum við einu svona við gistum ykkur svona traditional japansku húsi á einhverju dýnum og einhverju kofa og þar fengum líka svona traditional japanskan, sko, kvöldmat og það var bara allt hrátt, mikið af svona jello, þau elskar eitthvað svona jello, þara, mauk, eitthvað, þú veist, bara eitthvað tofu og það var bara, þeir voru með eitthvað máltíð hérna, við vorum bara, hvað er að gerast hérna? Ég ætla að reyna að muna eftir að ég skal setja vídeo á þessum máltíð hérna. Já, reynda að setja á story, það var eitthvað fucking steik, það voru með laufblöð. Já, bara laufblöð um allt, já, okkur. Og það voru svona 10 mismunandi diskar og skálar og maður bara, hvað er að gera? Við vissum ekki hvað varum að borða þetta, þetta er bara jello, maukað onni í eitthvað kinda, þetta er svona þorramatur, sko. Ef ég væri í svona landi sem ég veit ekkert hvað þessi matur er, ég myndi borða eitthvað, það er bara, no, don't eat this, skilur, only eat this part. Mér finnst ekki ótrúlega að mæna okkar þoldi þetta, sko. Hvernig getur maður bara að borða hráan kolkrabba og bara lifa það, ég er með skrítið, sko. Segja okkar aðeins frá þessu þegar þú varst í Reistu betur hana 2019. Þú varst með eitthvað magavandamál.
Já. Þú varst í Asíu í 3 mánuði, Ég get alveg sagt því, ég var í Asíu í 3 mánuði og ég var aldrei með venjulegar hæðir. Það var alltaf smá svona tæpur í maðurinn, sko. Það var bara þetta matur aðeins meira brútal þar, sko. Ég held að Ingi get ekki að höndla eitthvað svona Asíu dæmi, sko. Kambodíska. Það fer eftir hvernig matur þetta er. Nei, það málið, þú ert bara svona iPad-krakki, skilur. Fíla nagga og franskar. Ok, ég fíla hamburger og franskar. Ok, what's wrong with that? So what? Ég fíla hamburger og franskar, so what? Ég meina, þú borðaði þessi indverskar mat með mér, þarna. Já, ég fíla eftir svona fyrstu 3 bitana og svo er svona, ok, ég vil ekki bara... Þú fíla bara samlokur, burger, pizza, that's it. Samlokur, burger, já, kjúklingur klikkar ekki. Nei, já, það er nú gott að geta borðað einhvern mann. Já, það er flott. Nei, mál er... Sorry, einhvern mann? Mat? Borðar mannakjöt líka? Þú ert svona gæði sem myndi borða mannakjöt. Herru, hvað er að gera? En ok, segjum svo, Ingi, hypothetically, ef að þú, Tommi, þið krassið, þetta er hendur hvað að tala mikið um krassa. Já, ég veit alveg hvað þið krassið í ykkur flugu eða eitthvað starf. Þið er einu til þessi lífið af, þið er búin að bestu vinni síðan í 7. bekk. Hvar erum við? Muntu borðan. Hvar erum við? Ég er bara í Ölpor, ef þið eru bara einhver fjalli einhver staðar, bara í Íslandi eða eitthvað, bara vatnajökli eða eitthvað. Nei, ég er að slappa af stað. Þeir eru báðir lifandi, ég sé þið fyrir mig að þú tekur svona stein, rótar hann, drepur hann. Nei, ég segi við Tóma bara, herru, ok, bara sleppum þessu, Myndu ekki gera hann skiptil, ok, þú tekur kálan minn, ég tek kálan þinn. Eitthvað svona, nei, við getum prodúsað eitthvað, sko. Hvað mennur? Kömm í munnin á hvernig? Já, það er prótein í því, sko. Nei, ég er að segja að þetta er eitt að lega. Ég get að segja þetta. Ég er smá sér eftir að það mættir. Okkur eru að halda hann að gera podcast. Þetta er skrítið. Hættu þessu. Kömm í munnin og ímur. Hættu þessu, ekki segja þetta. Málið er, það er sko, já, þeir eru, eins og ég var að tala um, strángar reglur. Það fer enginn á rauðu ljósi og það er líka bannað að tala í lestunum. Við tökum lest út allt. Við vorum eitthvað gæta þarna og ég prófum, voru eitthvað að hlæja ykkur lest eitthvað og hann kom, hey guys. Já, gast þú fyllt sá reglum? Hvað, að tala? Já, ekki tala. Hvað átti ég með munnræpu? Já, þú talaði aldrei. Ég tala, við tölum allir mikið. Já, nei, ég átti mjög með það, sko. En maður fann líka fyrir fólk horfði á mann. Klóraði þetta. Og líka, við fundum alveg fyrir á það því að málið, það búið eiginlega bara Japan en Japan. Þú veist, ekki eins og Íslandi, skilur, það er mikið innflytjum minna og þannig, þú veist, fólk sem kemur að vinnur og svona. Það er ég held að sko 98% af fólki sem býr í Japan eru bara Japanar. Það er ekkert mikið af svona innflytjendum og þau vinna bara alla vinnunar og eitthvað skiltu. Þetta er frekar weird shit, sko. Og þessi 2% eru bara robots. Það er bara hversi, já, það er robots. Það eru robots, já, þeir eru svona skólaafbreytum. Það er hótel í Japan, held ég, sem er bara robotar í. Já, og ég heyrði að það var shut down, ég veit ekki hvort það var eitthvað bullshit. Það var shut down út að róbotnir byrja að tala við hvort annað í einhverju allt öðru tungumál. Já, það var AI eitthvað dót, sko. Það var svona AI kjæftæði. Ég held ég sá það líka. Það var ekki lifandi róbot, það var ekki svona hreyfandi. Nei. Það er satt. Já, þeir byrja að tala við hvort annað, bara einhverju allt öðru tungumáli. Til þess að hinni myndi ekki, já, til þess að... En það er samt betra en að AI er að gera það, sko. Þetta var AI, held ég, sko. Nei, þú veist, þetta er ekki svona bara... Þetta voru róbotar. Þetta er alls konar tegundir af AI, skil. Já, þú veist, þetta er AI-róbotar. Voru þetta physical róbotar? Já, þeir eru með svona... Jú. Þetta voru róbotar sem að... Það er róbot á hana check-in, hvað sem það er. En þú veist, getur hann lappað og gert eitthvað shit, eða er hann bara fastur? Þeir geta lappað, sumir koma með mat og svona. Ok, það, þú veist, ég er að segja, það er skárra en að, þú veist, AI byrjar eitthvað. En AI er svona, AI er alveg, já. Jú, þú veist... Það er alveg crazy, sko. Mun ekki AI bara drepa okkur, Jú, ég held það, sko. Það er ekki mann. Ég held það, ég er svolítið... Gefum þessi svona 20 ár. Á, ég segi ykkur. Ég 5 ár. Það var einhver starffræðikennari minn í svona 5. bekk eða eitthvað sem að predikta þetta. AI? Já, sem að sagði bara, ég held að róbótar muni drepa okkur, hann sagði ekki, þú veist, AI, skilur við. Þú veist, að darka ykkur 10 ára krakkar eitthvað að reyna að hafa gaman að spila fótbolta. Já. Og ég eitthvað svona... Róbótar drepa okkur. Og ég held að séu allir bara, það er ekkert, það er ekki, bla. Hann greinlega bara sá þetta fyrir sig. Hann var nýbúinn að horfa á hana myndina með Will Smith þarna. Já, hvað er þetta? Róbótar muni að drepa okkur. Þannig að AI-róbóta eitthvað. Já. Ég er ekki búinn að horfa á hana, sko. Nei, en málega er, sko, Will Smith er alltaf einhverjum skrýttum myndir, svona heimsendamyndir. I Am Legend líka. Jú, ertu að tala um hana? I Am Legend. Nei, ég held að hann heitir eitthvað róbót eitthvað. Já, hvað er I Am Legend eitthvað? Þá er bara hann bara einn eftir í heiminum eitthvað zombie apocalypse eitthvað. En málega er, talað um fleiri reglur, já, það er ekki ruslatunnur úti. Það er ekki ruslatunnur out in public. Það er bara, það er valla á veitingastöðum. Það er bara inn á hótelum og heimaðar. En sem er plot twist, út í það
það ógeðslega hreint þarna. Það er skerhreint, Tókjó, þetta er stærsta borg í heimi, en það er samt geðveikt hreint, það er bara, þú sérð ekki rusla á götunni. Hvernig? Ég skil það ekki. Þetta er bara einhverju helvitis róbótar á reyksuða, maður. Nei, fólk svo agað, fólk fylgir svo mikið reglunum. Það er ekki að henda rusli á jörðu, þú gerir það bara ekki, þú er bara lamin eitthvað, skilur, bara handtekinn. Veistu hvað? Þú er bara lamin. Við þurfum að taka Japan til fyrirmyndar, sko. Já, 100% sko. Bara halla tíu. Hlusta á það podcast og bara take some fucking notes, man. Það er crazy, sko. Og málið, þau tala ógeðslega litla ensku, ofta þau sáu að ég var ekki í Japan, sko, fjölskyldan mín, skilur. Þau taluðu samt á fyrrabræði við okkur í Japan, þau kom, arigato gozaimasu. Þau sögðu eitthvað svona, bara, þetta því takk fyrir kærlega, eitthvað. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Já, arigato gozaimasu. Ok. Sögðu þetta allar, sko. Hvað þýðir þetta? Þetta því takk fyrir, eitthvað svona takk fyrir kærlega, eitthvað, takk kærlega fyrir. En já, málið, þau tala bara við mann japansku, bara fyrir bara, maður alltaf svona, no speak English, eitthvað. Og þau að spyrja English, eitthvað. Og ég bara, þetta var svo pirrandi, ég hafði lent í þessu útlöndum, þeir eru að reyna að útskýra fyrir einhverjum. Einhver sem tala ekki ensku, eitthvað svona, I want coffee with coffee, no coffee, coffee with more coffee. Ég bara, no, coffee with, no. Ég lenti í svo mörgum miskið og komið svo ógeðs í lokin. Man fattar, maður þarf bara að tala í stikkorðum. Fórstu ekki inn á Google Translate? Jú, það er oft sem við erum í Translate upp, svona talaði rétti. Ég og bróðum minn fórum í bíó, við keyptum bíó með svona Translate. Shit, ég er enda lent í þessu bara í dag, sko. Það var eitthvað gæði í blálónu. Já, bara eitthvað. Og hann var að tala frönsku við mig. Ég er bara eitthvað svona, no, I don't, my friend. Það er galið. Ég er bara eitthvað, herru, ég kann ekki frönsku. Reynda. Kannski ekki. Þú bara kunna. Svo lögast hann eitthvað svona eitt og eitt ennst. Já, fræða, box. Bara eitthvað, box, sorry. Já, ég bara, sorry, can you Google Translate eitthvað? Já, fjá, svo bara fór hann. Ég bara, herru, félagi, íslenski strákurinn kann ekki fucking frönsku. Ég var eins og líka bara að vinna ykkur staðar og gæði bara að tala þýsku við fyrir mig. Ég bara, hvað er þetta að sé? Læriðu ensku, please. Please. Come on. En það er bara málum með þessi Evrópulönd eins og Þjóðverjar, Frakkar, Spánverjar. Þau eru ekki nærri því jafn góð í ensku og Íslendingar. Ég veit það. Ástæðan svo, það eru þetta Íslendingar horfa svo mikið ensku kontenti og bíómyndum. Spánverjar, alla bandaríska bíómyndir, þeir eru dubbar, Frakkland líka, Þýskaland líka. Það er dubba allt þetta shit. Þau innbyrða bara kontent á sínu tungumáli. Líka, við erum svo lítið land. Já. Þannig, skilur mig. Ég vil að segja frá einu tengt Frakklandi. Ég og mamma fórum að EM 2016 og mamma var að flakka milli stöðunar. Heyrðu, er ekki bara klám á einni stöðinni í sjónvarpinu, fucking steikt. Þú bara 10 ára scarred for life, opnaði ekki sig eitthvað fyrir? Ég var sko 9 ára og ég eitthvað svona, hún eitthvað svona, sást þetta, ég bara, var þetta bara á sjónvarpinu? Ég hef bara komið í bónus, skilur. Já, fuck. Þetta var fucking steikt, patti. En ég held að þetta var alveg líka á Íslandi eins og það voru svona bláar stöðvar, eitthvað kallast eitthvað þannig. En þú veist, það var svona fucking skrítið í dag, stöð 2, RÚV, Já, þetta er steikt, sko. Ekkert warning eða neitt. Nei, ekkert warning, sko. Og síðastu mólirandi hjá mér, ánum fyrir mig gjafirnar, við fórum að fullta svona túristu og alltaf sko okkar kastala og hof og disk, hvað er mikið að köstulum hana? Fokkið mikið köstulum, allt eitthvað svona hofum og samúræ köstulum og kætt það sko. Og málið það var fullt af mikið tilhörnum, við erum nýbúin að gefa þetta, það var þegar nýbúin að gefa þetta skólaferðalög, myndbandi okkar, kennari í skólaferðalögum á skemmtikerinni. Og það var allt morandi í japanskum krökkum, svona gula hatta að skoða eitthvað shit sko. Og það eitt plott twist og þetta er svo fyndið, pældi, bara saman hver í heiminn, þá er þetta sama dæmi, það var bara, ég sá sömu karaktera í Japan. Og við vorum að leika bara hérna. Og reyndar eitt plottist með það, þú veist, þegar japanski krakkar fyrir skólafjörlu fylgja alltaf einn ljósmyndari með. Það var svona 2 gaur að taka rosalega bjöskotna á fokki steikt. Það var feikt sko. Kannski fyrir skóla síðan og líka, örgulega fyrir eitthvað, en líka annað það er eins og þau vissu að ég var í TikTok þeir klokkuð, þeir sáu mig eitthvað svona what the fuck? Og þau alltaf þegar löpuðu skólakræður fram með það kom alltaf um mig og sögðu 6-7 tók þetta 6-7 á mig og ég svaraði, ég hendi 1-6-7 þá trilltist krakkaði, hey, 6-7 Það er svo fyndið hversu margir vita 6-7 Já, og pæli, ég held að það sé að koma svona þetta er svona ásíðanda þegar það var trenda ég held að það sé að koma svona setna til Japan þegar það fá trendir að setna sko. Ég er að vinna með fólki sem er 30 plus og þau eru alltaf, ég er 67 no, 67 Ég er bara, what the fuck Þetta er eitt vinsast trend of all time 100% eiginlega bara vinsalast Þetta er bara dab, peace
6'7". Já. Þetta crazy, en já, það voru allir bara krakkarnir voru sjúkur í þetta, sko. 6'7". Og þannig að ég var 6'7" að fyrir, og einhvern veginn gerði einhver gaur eitthvað, hey, 6'7", og ég gaf 6'7", og koma, thank you for that. Thank you. Af hverju voru menn bara... Ég veit ekki, ég held að það sáu bara okkur áru í mér, bara eitthvað svona, þessi gæi, hann... Eða þú var sketchikinn TikTok. Já, þeir kennast þér sketchikinn, sko. I love the nerd video. Já, I love the nerd video. Já, gaman að þessu, sko. En herri, ég var að fara í pakkana. Ok, let's do it. Let's do it! Pakkatími. Jólinn komið bara snemma í ár. Er þetta ekki bara svona sumagjöf eða svona tæk? Jó, þetta er smá sumagjöf. Ég ákvað að kaupa personalized pakka handa ykkur. Þetta er fyrir ynga þetta. Geggja maður. Ég veit ekki hvernig ég að byrja á. Ingi, ekki bara byrja? Nei, þú byrjaði fyrst. Eins og með hapatröðunar, þá byrjaði ég. Tommy, hent þú núna. Jó, ég held að það sé... Þú byrja, come on. Ok, fuck, þetta er lítið, sko. Já. Ég veit ekki alveg hvað það geti verið. Já. Heyrðu, stærri er ekki allt, maður. Jó, hvað sér? Hey. Hvað? Já. Það er mjög gott silensan eftir þetta. Heyrðu, ef þið er að hlusta, fara að horfa á Right the Fuck Now. Ok, 3, 2... Viltu gera þetta svona, kannski? Fuck it, ég vil að sína... Sýndu áhorfendunum fyrst. Sést þetta? Já, nei, þetta er ekki revíl. Þetta er opið. Þetta er ekki alveg revíl. Hvað er að gerast? Ok, þetta er flík. Hvað er það? Þetta er flík, já. Þetta er hvít flík. Hvað er þetta? Stupið sér blá. Ég held ég veit hvað þetta er. Hvað held þetta sé? Samurai. Karate. Ég held þetta sé karate búningur. Eitthvað svona sumo-bólur. Ok, ég veit ekki. Prófa að opna þetta. Ok. Svona. Bólur. Heyrðu. Er þetta á titt? Nei, heyrðu! Þetta er, þú kallaði Terry Tommy. Ég kallaði Terry Tommy. Þannig að ég hugsaði að ég verði að gefa það titt í ból. Er þetta grínast, Ingi? Þetta er rosa... Ingi, passa að fá ekki bónir, Ingi. Við getum ekki að sýnt þetta. Passa að fá ekki bónir. Við sýnum þetta. Nei, þú er að blöra þetta. Þetta er beint á TikTok, krakkar. Nei. Ég var að pæla hvort að Tóma það henda sér í bólinn, sko. Nei, þú verður að þetta Ok, þetta er svona típur af tits. Já. Það verður með types of tits. Og hvað típur eru þarna? Hvað eru við með þarna? Banana. Eitthvað sem Ingi kannast við, sko. Bananas. Coathugs. Headlights, peaches, cucumbers. Double bubble. Watermelons, cantaloupes. Þetta á bara mjög við. Og hvað stendur þarna? Hvað er þarna? Which one do you prefer? Já. Þetta er hellaði bólur, sko. Ég tók hann í Excel. Ég tók hann í Excel. Þú tókst hann Excel. Já, frábært. Þú ert ekkert að grínast. Nei, Strákar, við þurfum að blurra þetta. Hvað mér er blurra? Þetta er teiknumynd, Ingi. Þetta er líka bara Spotify, er ekki eins og þú veist. Já. Ingi, hvað komaði þér? Alright, it's my turn. Ég vona að ég fæ ekki Terry t-shirt. Við bara sjáum til. Herru, ég er að kóla það. Þú fær types of dicks. Types of dicks? Nei, já, hann er types of dick. Ok, og áhorfendur, er þetta bólur? Herru, þetta er svartu bólur. Þetta er svartu bólur. Ok, tjekkum á þessu. Hvað fær Ingi? Nei, types of dicks. Nei, super. Þetta er Dragon Ball Z. Já, er þetta Dragon? Þetta er gott fyrir nörd. Já, það hugsaði. Ingi, hann getur notað hennar ból í vídeo. Þetta er props. Tjekka hann inn á. Tjekka inn á hana. Þetta er Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Þetta er einhver aðalgæðin Dragon Ball Z, held ég, sko. Fórstu í einhverja nördskapbúð? Já, ég fór í sérstaklega nördskapbúð sem að gauðir þetta voru bara eins og kartan okkar, sko. Ég er ekki greinast. Þau voru að spyrja eitthvað. What are you looking for? Mér finnst þetta bara að vera flottu ból. Já, er það máli? Já, þetta er reyndari, já, þetta er ekki. Ég er ekkert að grínast, sko. Heyrðu, þetta er geggjað. Þetta slætar alveg í krónunni, en þetta... Já, hvað heitir þessi karakter? Veit ég hvort ég gæti farið í þessu krónu, sko. Já, Son Goku. Þegar ég keypti því að fóra kassan með þetta og spurði nördarnir eitthvað, so you like Son Goku? Ég eitthvað, no, it's for my friend. So my friend here, sína myndan þegar hann var nördin. He loves it, yeah. Sína myndan. Hvað, erum við að fara í bólinn? Vil ég hendi ykkur í þetta? Fokkið, maður. Fokkið, já, ekki. Við þurfum að blurra þetta. Nei, Ingi. Þetta er bara teiknumynd, maður. Við tökum smá pásu. We'll be right back. Herru, strákunir eru mættir í bóluna. Ingi ætlar að sína þetta myndaðalni, switch yfir í mynduna. Hann er hann fucking anime Dragon Ball Z bólur, sko. Þetta er fucking hella dæmi. Og Tommi er þarna með fucking Terry Tommy bólun. Komið, þú voru að taka smá, beygðu hans niður, svo sjáist, ekki bara svo nálægt. Þetta er svona type shit, sko. Þetta er hella dæmi, maður. Which do you prefer, sko. Ingi er stressaður, þetta verður tekið út, tekið niður. Nei, þetta er... Þetta verður ekki tekið á Spotify en á YouTube. Já, það. Já, en eins og okkur erum við... Nei, þetta er bara eitthvað ból, þetta er bara teiknumynd, sko. Já, þetta er bara teiknumynd tits.
En reyndar líka eitt, ég með þess að sína, ég fekk með flúr í Japan, sko. Heyrðu, já. Ég þarf að sína. Sýndaði kamerun líka, sko. Unnar núna komið með eitthvað 13 tattur. Hann þarf að slaka á, sko. Svona cowboy. Unnar, þú komin á herdsvírus. Já, ég kom með flúreka á hendina, sko. Þetta ekki lukkulákið? Ég veit, gæti vel verið, ég fann þetta bara á Pinterest. Þetta eitthvað lukkulák, shit. Jú, 100% sko. Eitthvað sígarettu og hatt. Lukkulák, þetta gefur mér ekki eitthvað, ég hugsa ekki neitt eitthvað deep meaning, þetta gefur mér ekki eitthvað lukku, takk fyrir meaning, já, þetta hefur ekki segið. Jú, bara. Hvað? Ég kom með 3 flúr núna, ég er með froska á kálanum sem ég fekk mér líka í Japan þegar ég kom fyrst í Japan. Svo er ég með dreka á bakinu, vekk það í New York og svo hérna í Japan, hann er eiginlega öll, 2-3 tattu mínu búin að fá í Japan, sko. Þú ert ekki búin að fá þér 1 tattu í Íslandi? Nei. Við erum að, já, þú veist, akkur, þú veist, alltaf blind fullu þegar hann fær. Það er ástæðan, sko. Nei, Ingi, við þurfum að ríða í gang. Já, þetta er flúr, maður. Ætlar ekki að fá þér 69 á bakið eða eitthvað? Ég veit það ekki. Allt bakið, 69. Já, ég fæ mér hérna á auga. Já, auglokkin, það var þetta fokkin nett, sko. Það er eitthvað, sko. Það var mest að nett. Það er flott, sko. Taka hérna. Já, fokkin, þetta er alltaf pósa alltaf svona. Já. En herðu, já, þetta á Japan-liður minn. Já, bara takk hérna fyrir gjöfina. Já, takk fyrir gjöfina. Respect moment. Respect. Það ekki? Herðu, þetta er top 15 respect. Þetta er fokkin hella. Þetta er bara flottur bóður, sko. Þetta er ángslóki flottur. Hljóðar completely honest. Já, ok. Hvað segir hann? Kamehameha. Já, Kamehameha. Herðu, já, hendur hvernig minnlið það? Já, Ingi, þú ert með eitthvað splungur. Ég kom með glæn í hann lið. Býðum aðeins. Ég er með stuttanlið. Með stuttanlið? Eða ekki bara klára hann? Jú, ok, hendur með stuttanlið. Klárum hann og svo förum við inn á nýja lið. Ég er þetta líka með nýja lið, en hann er stuttur. Ok, við erum að fara í 2 nýja lið? Yes. Við erum alltaf með nýja lið. Við erum með aðrið svona nokkra lið í viku. Ég veit það, við erum keeping it fresh. Keeping it fresh and fly. Ok. Og bæði það, við vitum ekki hvaða lið, ég og Ingi vitum eitthvað lið og Tommi með og Tommi og ég vitum eitthvað lið Ingi með, sko. Þetta er að koma okkur óvart. Live on radio. Live in the flash. GSM radio. Ok. Hendum okkur í það. Þessi liður heitir bara stærsta og minnsta. Já, þú ert alltaf að vinna með eitthvað svona giska, eru að giska á eitthvað dót? Já, Þú ert oft með eitthvað svona giska og hvori nær. Þetta er svona hvori nær koncept. Og varst ekki með Guinness bókina og sem var mjög skemmtileg liður bæði. Það er skemmtilegt. Þetta er líka skemmtilegt, ég er með 2 spurningar. Ok. Ég fann ekki meir. I've been working hard, ég er ekki búin að hafa tími í þetta að kæfta það. Nei, ok, heyrðu, förum beint í þetta. Hvað var stærsta manneskja heims stór? Bara stærsta manneskja of all time. Þetta er eitthvað dansku gæi, já. Bara stærsta manneskja of all time. Ég fekk þetta á TikTok daginn. Já, þetta er eitthvað danskur, ég ætla að segja, sko. Þetta er hann, ég ætla bara að gefa það. Já, ég held ég hef hitt hann. Hitt hann? Nei, það er stytta á hann eitthvað í köpen eitthvað, ég tók mynd með honum eða eitthvað. Það er líka mitt, við vorum að tala um Frakkland á hann. Hvað var hann stór? Er þetta ekki of all time? Of all time, það hefur enginn verið hærri en þessi, sko. Þetta er, sko, ég ætla að skjóta, þú veist, það er element sem eru bara 2.30 í dag, sko, en þessi eru öll, eða hvað, eru menn ekkert að fara mikið yfir það? Ég ætla að segja 2.60. Ég ætla að segja 2.56. En þetta núna er bara skjóta undir eða yfir. Þetta er bara... Má ég breyta mínu? Ok. 2.63. Pældi í því, sko. Ég held að... 2.60, það er bara þrefalt þú, sko. Já. Það er rosalegt, sko. Þetta, hvað, 2.63, ég ætla að skjóta þá aðeins... Ég er fokkið á, ég segja 2.80, það getur ekki verið. Jú, byrju, ég ætla að segja 2 og... Ég þarf að svara mér. 2.80, fokkið. Hvað sagði þú, Ingi? 2.63. Unnar er nær! Nei! Með einum! Einum? Hvað var það? Það var 2.72! 2.72? Já, betur 63. Þetta Oh my god, þetta er rétt svo. Galið. Er það betur, er ég nær? Þú ert 8 frá, Ingi 9 frá. Já. What? Wow, maður. Unnar, þú ert hvað, 1.36 eða? Já. Hann er sko, já, þú veist, hann er bara tvisunum stærri þú. Nei, það er, já, Pæli í þessu. Fuck, maður. Þetta getur klikkað. Það er crazy. Ég held, þú veist, myndan snerta? Nei, hann myndi vera nálægt ljósinu. Hann myndi ná með hendina einu. Já, léttilega. Það er crazy. Hendina sér örugglega 1.70. Já. En sko, er ekki dansku gæði? Skrifar það hvað niður? Hann heitir Robert Wadlow. Ég held hann sé ekki dansku. Nei, hann er bandarískur, jú, ég hef heyrt um það. Bandarískur með það. Hvað heldur að penisinn stór?
Penis, hvað þú að pæli því? Tómi fælt að beint Ég veit það ekki, stór gæi, stór penis Ég held að ekki farið eitt þátt án þess að tala Penis, Þessi hefðu verið að stoppa Þetta er orkan sem þú kemur með Þetta er on you, þú byrjaðir á þessu Sko, Tómi er einhverjum brjóstaból Já Hann er ekki komið aðeins svo langt Ekki verið að kenna mér unnagameran Nei, þú ert í honum Nei, en þú ert að rappa Titi Tommy Þú varst að forsa með að fara hérna ból Off-cam Ok, þá förum við the complete opposite Hver er minnsta manneskja heims? Hvað var hún stór? Þetta er aðna kona Ég hef séð þetta áður Þetta er kona, ég skal keiku það Já Svo bara spurningum hvenar ertu talin sem manneskja hvenar breytist þú bara í apa Hvenar ertu það lítið þetta bara flokka sem maur Einmitt Þetta er, ég meina, þetta er minnsta manneskja heims Þið viti að hún er að fara að vera tiny En líka þú veist, hvað er hvað getur verið lítil án þess að vera bara hættulegt sko, Já, þú veist, ég er að segja bara að þetta er bara full grown human Þetta er bara 2 legs, 2 arms 43 centimetrar Það er fokk Það er mjög lítið sko Ég ætla að segja að þetta er samt öruglega Það er ekki eins og upp á hnið skilur Það er rosalegt sko En samt sko, þú veist, við mátt hugsa Þetta er ekki fullvaxta manneskja Þetta er fullvaxta manneskja, þetta er ekki eitthvað svona Ég ætla að segja 60 cm Ok, veitu hvað sagði þú? 36 Ok, unnar að næra aftur Það er 54,6 cm sem er samt galið Það er 1/4 í sko Aðeins Wow 54 cm Þú veist, þú ert bara Þetta væri bara eitthvað gremlin hérna á gólunni hérna Já, þú gætir ekki gert Ég held hún er ekki Ég held hún sé annarkvort minni eða aðeins stærri en 2 lítra sem er flaska Nei, það? Ef þetta er sama manneskjan, ég veit það ekki 2 lítra flaska Nei, 2 lítra það er ekki svona stórt samt Þú veist, svona kók Já Reyndar Nær Hún lítur að vera aðeins stærri sant 2 lítra flaska, já, hún er aðeins stærri það, já hún er svona, já Hún getur verið 40 cm Er þetta ekki hún? Jú, setjum mér myndir Þetta er hún Setjum mér myndir á bæði stærsta gæðanum og minnstu gæðanum Já Let's do that Ég ætla að reyna að finna Já, þetta er áhugavert maður Þú sjá hennar hliðin á World Records bókinni Sér þetta? Wow Shit Hvað heitir þetta aftur? Þetta er brunaðan, já Já, þú veist Shit, hún indesk, já Þetta er rosalega Já, ég var með nafnið hennar en It's hard to pronounce Ekki verið að reyna Ok, Ertu með nafnið hennar það? Ertu með nafnið hennar? Ég skal, nei, ég beila á þetta sko Ok, það er ein spurningi viðbót Oh shit Og þið voru örugglega að búast við þessu Þetta er eitthvað Stærsta tippi Hvað er stærsta tippi? Já, ég las Hvað er þetta stærsta tippi in the history of mankind? Komið með það Já, ég vil líka pældi í þessu, mælingunum þessu Það var eitthvað gæði með glerharðan dela Það er inn einhver Kristóf Volginnes eitthvað Hvað flög frá Afríku eitthvað Þetta er eitthvað gæði frá, ég held að það sé eitthvað afrískt Þeir eru mjög hús Þegar þú sagðist vilja byrja podcast Já þá er þetta ekki sem að ég var að búast við Ingi the 69 quits Square Style live on radio Ingi er ekki sátt með þetta penis Ingi, þú ert alltaf að tala um piss og hvernig þú kúkar og pissar Já, reyndar Þá með við tala um þetta Þú byrjaðir að tala um að þú kúkar standandi bara í fyrsta þætti Þú ert búin að vera breaking down the barriers Og við erum bara þú ert bara Gef ekki að defenda þessu til Við erum bara búin að taka við keflinu skilur Já Ég held að í svona 100. þætti erum við búin að missa vitið sko Já, ég líka 100%, við erum löngu búin að missa vitið Já, löngu búin að það var áðurinn fyrir podcasti sko En sko, Erum við bara að svara þessu? Já, hvað meinar þú? Take a guess, be a man Þetta er bara stærsta, þú ert ekki með minnsta Það er ekki sem vill láta mæla þannig En ok, stærsta, Ég er með minnsta Nei, ég er ekki með minnsta Já, er þið líka með? Ég er með svar Ég ætla að segja að þú voru með minnsta Já, ég er að tala um stærsta og minnsta Ég er með svar með minnsta, já Ok, stærsta Hugsa ég bara á stærsta núna 47 Nei, ok, ekki 40 Ég ætla að segja, ég ætla að segja 37 Ég ætla að segja 52 cm 37 Ég trú ekki að ég er að svara þessu Ég er líka með girth Ég líka ekki girth líka Nei, það, mér það Ég kortir í að labba núna sko Mér það meira galið svar sko One more fucking question ég skal bara segja girthi setna Þú sagði 37, þú sagði 52 Já 37 er hárið!
37 3 for 3, ertu að djóka? 37 centimetrar. Metrar, já. Herðu, djöld, ég 37 centimetrar. Það svolítið stórt, sko. Það grínast í mér. Ég þarf að viðkynna það, sko. Já, það smá stórt. Já, en ég meina auðvitað bara stemning. Prófa. En vil ég heyra hversu þykkt þetta var? Nei. Þetta er ágætt, nú er þetta á grafískt. Sleppum þessu, þetta er komið grátt. Ef þið eru að borða eitthvað, sorry, hætti að hlusta, það var of seint. 21,5 síðan. Nei. Já. Nei. Já. Þykktin. Það er ekki hægt. It's not possible. Ég er með mynda þessu. Má ég bara segja? Nei, mynda þessu, ok. Nei, ég var að fara að segja, við erum ekki að setja mynda af þessu. Sýndu. Við erum ekki að setja mynda af þessu. Giski bara minnsta tippi og let's move on, man. Holy shit. 3 CM. Giska bara á það. Ingi, hann stjórnar liðunum, þú svarar. Ég stjórnar liðunum, svaraði bara. Tommi er að fá rautt spjald og hann fær að sleppi liða. Áminningu eftir þáttinn. Herru, fokkin, nei, ég vill ekki eins og svara þessu. Giska bara á það. Herru, hvað sagði þú hennar? 3. Fokkin, það er bara fokkin vinnar að fullorðna mennum að svara eitthvað tippast þeirra. Hei, Ingi, þetta er sem þú sagði mér. Hei, þetta er það sem lætur okkur standa út, ok? Við erum ekki að tala um einhverja pólitík. Við erum að tala um penis. Ok, þannig að hvað er svarið? Viltu ekki giska eitthvað? Nei, ég giskaði. Þetta er keppni. Nei, þú giskar ekki. Ingi, hættu þessu vesinni, maður. Hvað meður? Ég búin að... Giska bara millimetra að séð. Nú máttu svara í millimetra líka. Þetta er svo... Ok, bara 3 líka. Ég veit ekki. Frábært. Ok, 3,1. Herru... Ég veit, þetta er svo... Unnar að voru að svípa þessu. Við skulum bara... Þetta er 0,97. Þetta er ekki grunst. Já, þetta maður gleymið micro. Það mennur með micro. 0. Þetta byrjar á 0. Já, það er svolítið leið. 97. Það er stór, 0. Þetta var hann Michael Phillips. Michael Phelps? Michael Phillips, jú. Og stærsti var... Ekki nafngreina drengin. Stærsti var Matt Barr. Matt Barr, já. Við setjum grafíska myndir af þessu. Nei, fokk maður, já, þetta. En vann ég 4-0, eða? Þú vannst 4-0. Já. Ég ætla að segja, ég er ánægður að ég vann þetta. Ég skil ekki, ég bara veit meira. Ég vil kannski vinna fyrstu 2 spurningarna, en ekki senstu 2. Það er Dicks, maður. Unnar er greinilega, hann er að professional. Dick, sko. Svona skrítið og veist þetta bara. Já, maður er kynnt sér alls. Hann giskaði perfect 37 síðan, hann bara vissi þetta. Crazy. En herru, já, Ingi, förum við þinn lið og það fólk ættir að hlusta. Já, takk fyrir. Þetta var mjög skemmtilega, sorry þeir sem við köttum þetta út. Við köttum bólunastóma út og liðinastóma. Þetta er bara tikki í þátturinn. Við köttum ekki neitt út. Láta þátturinn heita tippa þátturinn. Nei. Það er þetta góð pæling. Bara mystery gift eða eitthvað, ég veit það ekki. The Dick and Tick Show. Nei. The Ingi 69 Dick Show. Nei. Ingi the Dick Show. Nei. Ingi Titty fucking Show. Herru, ég kom með hana glænýjan lið. Yes sir. Góðu með það. Herru, hann heitir Áskriftin. Ok. Þetta er liður sem að ég spyr ykkur spurningar hvort að þið myndi skrá okkur í áskrift í þetta. Ok, áskrift. Myndið þið borga mánaðlega fyrir þetta? Þetta er mjög ákveð. Ég þarf að hrósa Inga fyrir þetta. Þetta er góður liður. En ég verður að veikina að ég sá... Ekki fagna nú alltaf strax. Þetta gæti enda bara sem liður. Kúkur og piss, sko. Nei. Eins og hann tala alltaf um. Hvað? Við myndum að borga 1000 kall til að láta kúka standandi. Þú með kúkafetti, sko. Ég myndi veðja 100 skall að það sé eitthvað kúkur piss eða penis hennar, sko. Já. Þá pay up. Herru, hanna, eru þið tilbúinir? Já, ég er tilbúinir. Are you ready now? Herru, ok, fyrsta spurningin er myndu borga ok, þið fá ótakmarkaðar franskar á metró en þið þurfa að borga 2500 í mánuði. Ótakmarkaðar franskar? Unlimited franskar. Bara franskar. Hversu spurning er þetta? Þetta er Ingi the 69 Unnar. Mér langar ekkert í franskar, bara eitthvað en þú getur fengið endalauska frönskum á metró fyrir 2500 í mánuði. Þetta er bara eitthvað draumir á þér, ekki láta að bytta mér að koma. Nei, þetta er, ég skal taka núna, þetta er ekki draumur, en... Jú, þetta er víst draumur hér. Og hvað á mánuði? 2500. Og þetta er bara já og nei spurning, ég bara segi já eða nei. Já, bara já eða nei. Ég meina... Þetta er góðu dýll alltaf, ég bara er ekkert, ég á Tommi í hotlistinu, sko. Ég skal viðurkenna, ég myndi ekki borga þetta, sko. Út af hverju? Þetta er bara ekki worth it. Ekki worth it?
Af hverju þá með þetta sem spurningu? Út af þú borðar svo lítið af frönskum? Nei, ég alveg til í franskar en þetta bara ógeðslega óhollt. Já, ég veit að það líka ástæðan hvað ég var að svara, nei, ég myndi ekki gera. Líka metro bara í bænum, við búum í Njarðvík, sko. Ég ekki að fara að keyra í bæinn til að... Þú fannst þér smá fransk. Herru, já eða nei? Hvað að gera sér? Já, nei. Það er bara hart nei. Hart nei, ég er bara engan áhuga að endast að frönsku. Hvað þarf að gera? Borða franska eins og ykkur... Ok. Bara fokki skrítið, sko. Bara franskar út í horni og sorglegur. It gets better. Ok. Þarna myndu borga 18.000 kall í mánuði fyrir ótakmarka kaffi að þínu eigin vali. 18 skall? 18 skall? Það er bara svo að borga kílómetragjald. En þið verður að muna að þetta er ótakmarkað. Já, en maður myndi Tommi, bara þú getur fengir 50 latte in one sitting. Þetta er svo heimskra spurninga, veist. Okay, þetta fyrir eftir ég að kaupa þig kaffi eins og... Þetta er bara bad for your health. Ef þú ert að kaupa þig kaffi daglega... Nei, ef þú ert að kaupa kaffi daglega, þú veist, eitthvað á einhver dýru kaffihúsi, þá er þetta kannski worth it. Sumir eru að fá sér 5 kaffi á dag, sko. Ég kaupi mér aldrei kaffi á, ég kaupi mér ekki kaffi á einhverjum svona stöðum, kaffihúsum. Málega, ég fæ maður bara heima, þannig að þetta er bara... Það sem að engi, held ég veit ekki, er að það er hægt að fá sér kaffi bara heima. Já, ég veit það. Ég held að engi veit það ekki. En Tommi er ekki að eyða 18 skall á mánuði. Hann elskar Starbucks. Já, hann fer ekki 18 sinnum í mánuði, sko. Ég farið 2 held ég á, nei, svona 5 sinnum á Starbucks síðan það mætti. Já, einmitt. Það þarf ekki að vera að ljúga enna, sko. En þú veist, þetta er bara mjög, þetta er bara basic nei. Þetta er bara nei, sorry. Ok, það er bara annað nei. Svo ætlar ekki að drekka kaffi kannski 1 mánuð, hvað, það er borga 18 skall, búin að segja já við þessu, þetta er bara mjög... Þetta er bara heimskulegt, ekki? Ok, þetta er ástæðan einhver sagði, hei, Tommi, ekki fagna nú alltaf strax, þetta er svo góðu liðið. Hey, let's let him redeem himself. Relax, það eru nokkrar eftir, sko. Herru, myndu borga 20.000 kall í mánuði fyrir ótakmarkaðar klippingar. Elskar ótakmarkað. Ekki aftur, þú erum svo... Ingi. Klipping kostar 7.000 kall í dag, sko. Hversu oft verið klipping í mánuði? Ég veit það ekki, bara, I don't know. 0,5 sinnum, skilur við. Segjum við farið annarkvæmt mánuð, eins og þú til þess verð. Þá er það að borga 7.000 kall, þá er það að borga 3 og 5 á mánuði. Já, en sumir fara aðra hverja viku, sko. Já. En samt ekki eins og myndið að borga sig. Ef þú fyrir 2 sinnum á mánuði og borgar 7.000 kall, þá er 14.000 kall. En ef þú fyrir 4 sinnum? Það fyrir 4 sinnum í mánuði. Þú þarft ekki að fara 4 menn er að fara hverja viku í klippingu, sko. Ekki menn. Ég þekki gæja sem eru alltaf fresh. Já, kannski herran heitismjör, en ekki nánu í bæ. Það er rosa fáir sem myndi gera þetta. Og samt, sko, og þeir sem gera þetta eru væntanlega með einhver dílu klippar og borga kannski 5k per köttið eða eitthvað. Nei. Og sem þýðir að þetta var ekki svona grænandi á sig. Hvað er þetta að segja? Nei. Og þessu skrýstar upp að þér. Þetta var versta spurningi. Já eða nei? Væntanlega nei. Ok. Þú komið 1 já. Er það ekki smá wake-up call hérna? Þú komið 1 já. Sko, ég skal vikka, ég sá þessa spurninga á TikTok. Hvað sem var að koma næst? Klippinguna. Ég sá hana á TikTok. Herru, koma svo. 1.000, þetta er alvöru. Þetta er alvöru subscription. Ég ætla bara að spyrja ykkur hvort þið myndu gera þetta. 1.000 kall í mánuði til þess að vera verified á Instagram og TikTok. En þið þurfa að borga 1.000 kall á mánuði, það má borga mánuðlega? Já. Er þetta a fact? Þetta er fact á Instagram. Já, ég var líka að kaupa þetta, sko, bara svona, þetta lukkar vel, skilur. Þá lítur út fyrir að vera professional, sko, en ég vill ekki borga þetta, sko. Það er smá svona cringe, þú veist, með 300 followers og ég, skilur. Já. Ég myndi segja nei. Mér veist, ef þú komin í á Instagram var þetta ekki þannig þú þurftur ekki að borga fyrir þetta, þú þurftur bara að fá okkur mikið followers, var þetta ekki þannig? Jú, ég skil ekki. En þarftu núna, þú þurfur núna bara allir að kaupa þetta, örgulega, verified. I don't know, sko. Þú veist, ég meina, ef Kim Kardashian á bara að kaupa þetta, skilur. Já, ég meint. Ekki flókið, sko. Ég meina, ef þú ert komin í Ingi Sister 9 og sketch að gera numbers, þá ert það kannski... Já, kannski ekki kaupa þetta. Haldið að celebs á Íslandi eru að borga fyrir svona. Já, byggilega, sko. Það er enda sko punktur. En fyrst að þetta kostar, það þurfa að... Út af maður þarf örugglega að hafa 500.000 followers plus til þess að vera verified, sko. Já, á þess að borga? Já. Jú, kannski er það þannig að þetta ekki borga og kemur, já. Það er örugglega þannig, sko. Já, en bara ef þú ert með minni þá getur þú borgað, já, mitt, jú. Ég myndi alltaf segja nei, sko, ég þarf þetta ekkert, sko. Nei. En þú hennar? I don't know. Ég skal segja já, ég skal segja já. Þú myndi borga... Ég mun líklega sagt að hún gera það, já. Jaha? Já. Ok. Fyrir skettsgerðina, Tommi segir nei, Unnar segir já. Rétt. Fyrst að jáið þessu lög, þetta er ekki glæður. Þessi spurning, þið geta ekki satt nefn við þessu. Allan að... Það var að vera eitthvað valjú hérna, sko. Einn af ykkur. Ég veit alveg hvað það er. 25.000 kall í mánuði fyrir
unlimited beer 25 skall í mánuði Jep, þú ert að borga, þú getur farið En eina ferðin ekki, þú ert með svo skrýttar uppferð í þessu sko Bjór nýri bæ kostar 1.500 sko Já, en veistu hvað 12-pack af Good Light kostar það? Það er bara 3.000 kall eða eitthvað Nei Víst Nei, ég veit ekki Þú ert að tala um eitthvað sem þú veist ekki kaffi og bjór Þú drekkur kaffi og drekkur bjór Nei Unnar, býta aðeins Finnum loophole, ok? Þú sagði 25 skall á mánuði Jep Galið, ok Við getum verið að selja sko En það er samt bara vesen, ég er ekki að standa í því að vera eitthvað Hei, krakkar, stelpur Já, svo væri þetta bara ég kaupið þess að 5 bjóra þetta og þið kaupið það mér Nei, ég ætla bara að kaupa hann Þetta er bara svona perralegt sko Já Þetta er bara mjög perralegt Og ég held að það sem bara, nei, ég myndi ekki gera það En aftur, þetta er aftur svona En hvað með það mánuði sem ég drekk ekki mikið, skilju? En þú fer í bæinn þá borga það er samt að borga 25k, sko Þetta hvetur undir drykki sem er heldur ekki gott Já, reyndar, en eru menn ekki að fara stundum niður í bæ til þess að bara drekka, þú veist, 20 bjóra one night? Nei, það fær kannski ekki 20 Nei Ég hef alveg farið upp í 20, sko Já Þú ert að lightweightuna, þú ert búin að segja 20, heldur það? Það var 20 bjóra Ég hef drukkið 20 bjóra, sko 100%. Á einu kvöldi? 100%, já Og litla það var Litla, já við erum ekki talað, já Já, það var samt yfir 8 klukkutíma period, sko Já, ok, mega sens Þetta er ekki bara Það er hægt, sko 10 tíma, skilur Ég væri ekki hérna, ef ég myndi ekki að drekka 20 bjóra þá væri ég ekki hérna núna, sko Það myndi ég ekki deyja áfengist ég myndi drepast bara Já, shit Hjartaáfall, sko Já En já, ég er alveg, sko, alveg rétt, já, þú ert alveg, já Reality checkur mig, er þetta bara Já, ég held að þú átt ekki Ég er eitthvað veikur, þú ert svolítið veikur, sko Ok En ég myndi bara, ég vant að vera létt, nei, bara væntaleg En þetta er meira svona fyrir Tómas, sko Heldur það? En eins og hann drekkur meira bara eitthvað svona í heimapartíum og hann líka, skilur, veist það Þannig að hann er ekkert, veist En ef hann gæti það, þá myndi hann fara niður í bæ, sko 100p Tommy, don't lie now Nei, jú, ég myndi alveg kikka niður í bæ, sko Ég hef alveg gert það, sko, það er flott, skilur en 25 skall á mánuði, nei Þetta er líka bara, svo þarf það að fylgja Þetta þarf að fylgja spurningunni hversu lengi ert að vera í áskrift, skilur, veist Bara, as long as you want, skilur Já, mér Þú getur bara hægt við þetta Já, ég veit ekki Þetta er basic nei fyrir mig Er þetta eitthvað bara til leið? Þetta var eina Jæja, heyrðu Nei, ok, ég skal segja þetta Let me tell you this Ég skal koma með fair price og eftir Nei, næsta þótt Það þarf að vera eitthvað svona Það þarf að vera eitthvað gott, þú þarf að vera eitthvað svona Það þarf að vera eitthvað value, skilur sem fæmur Já, það þarf að vera value, sko Það er með svona dýrt allt líka Já, nei, út af I don't know, ég vildi fá nei og ég vildi fá já Ok Og líka, hérna Nei, ég ætla bara að segja Þetta er eins og Fannaraldur fækst 5 nei frá Tómas, sko Nei Nei, þetta er, hérna Nei, við skulum ekkert vera nekkar, veistu hvað? Þú kemur bara með það betur næst, það er potential í þessu, ég var spenntið fyrir þessu, þú kemur bara betur næst, þú kemur bara næst, það kemur bara, Spilaði Steffið. Spilaði Steffið, segir Ég er farin. Það er Ingi farin. Já, við erum endað på teyri hérna. Já, en þetta var bara þáttur nummer 15. Þetta var þáttur nummer 15. Endilega followið Görum Stæla á Spotify. Ingi farin. Og gefa okkur rating. Nei, ok, ég ætla að segja Og follow okkur Instagram, TikTok Já, follow okkur á Spotify líka Já, það skiptir mjög miklu máli fyrir okkur Þannig að það pushar þættinum Takk fyrir að hlusta, við elskum ykkur Já, bara shout out to our fans Það er líka nokkri crazy Görum Stæla fans Við elskum ykkur Mér finnst galið að fólk bara þolir að hlusta á það Já, það er crazy, sko En respekt En já, og það eru geggjað þetta á leiðinni Fullt af gestum og alls konar spicy dóti Mælum líka með að hlusta á gömlu ef við ekki hlusta á þættina sem eru með gesti Joey, Aron, Helgi, Logi þetta er alltaf skemmtileg þætti mælum að ef þið eigið inni, tjekkja á því og kommenti hvaða gesti þið viljið fá við sögum þetta líka í síðasta þætti en kommenti við munum já en reyndar, kommenti hugmyndar að gestum það er gott sko and we have it in mind já, we have it in mind 100% Takk fyrir að hlusta love you guys yes, peace, love